En eins og ég var að segja áðan það að viðhalda þessu ETS-kerfi þegar engin annar með slíkt kerfi að þá náttúrulega áttu ekkert að búast við því að þú munir koma til með að auka þína samkeppnishæfni. Þess vegna það svo skrítið að hann sé svona ragur við það að bara gagnrýna þetta að einhverju leyti. Og eins og segi, þetta var fyrir 10 mánuðum síðar og hann tekur töluvert svona sterkar til orða stöðuna heldur en að gerir til dæmis þegar hann skrifar skýrsluna og ástæðan fyrir því örugglega að það hefur ekkert nægilega mikið verið gert við þessa skýrslu. Það talað mikið af því hvað mætti gera og hvernig á að gera það en hins vegar eins og hann fer eiginlega yfir í þessari ræðu að þá hefur of lítið verið að gerast og of hægt. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur í boði Alvörubón, Bæjarins bestu pylsur, Fiskhúsið.is, Þór Grímsson, Kaldi, Hrafnadalur, Harðfisksverkun og að sjálfsögðu Pólsen. Og ég vil bara bjóða ykkur kærlega velkomin í þennan annan þátt. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og ég ætla í núna 8 þáttum að fara yfir Draghi-skýrsluna. En ef að þú ert að hlusta á þetta á opnu streymi að þá getur þú hort á alla þessa þætti því þeir eru núna allir komnir út á partus.is/ein pæling þar sem að þú getur hlusta á þennan þátt eða þessa þætti alla 8 ásamt því að hlusta á þá án auglýsinga. En ef þú ert líka að hlusta á þetta á YouTube þá máttu endilega gera subscribe á þessa rás og líka ef þú ert að hlusta á þetta á einhverju veitu að íta á follow. Mér skilst að það hafi áhrif. Ég þekki það ekki alveg nægilega vel. En þá farðu í versta falli allavega meldingu það þegar það kemur nýr þáttur út. En ég ætla að tala í þessum þætti orkumál. Og það svona það sem að Draghi leggur sérstaka áherslu á og það reyndar eitt fyndið sko því núna ég að reyna að taka þessa þætti upp þannig að ef það kemur upp eitthvað nýtt að þá ég að láta það fylgja, þar að segja ég í rauninni að taka þetta upp í nútíma. Ég búin að undirbúa alla þættina en aftur á móti þá ég að taka þá upp í svona nánast rauntíma. Það núna laugardagurinn 18. hjá mér og ég gaf út fyrsta þáttinn í gær og næsti kemur út á morgun sunnudag þegar ég að taka þetta upp. En það sem ótrúlega fyndið sko, maður búin að fylgjast með þessu núna í svolítið tíma og ég ræddi þetta náttúrulega í síðasta þætti þar sem við erum að ræða það hver svona viðbrögð þeirra sem að eru hlintið því að við göngum inn í ESB hafa verið gagnvart þessi skýrslu og þau eru svona á þann veg að þau eru svona annarkvort leiðana hjá sér eða segja sér jákvætt plagg inn í umræðina út af því að þá gerir Evrópusambandið sér grein fyrir því hvað þurfa að gera. Og bæði að mínum mati ákveðin óskhyggja út af því að í fyrsta lagi þetta náttúrulega það að margir segja, tökum fyrst seinna dæmið, að þetta sé eitthvað sem að Evrópusambandið sé búið að gera sér grein fyrir og þeir ætla bara að gera eitthvað í þessu. En eins og ég nefndi nú í síðasta þætti og mun fara betur yfir þegar ég ræði fjárfestingar og gjaldmiðla að þá þetta eitthvað sem að sko krefst 2 til 4 sinnum meira fjármagns heldur en Marshall-aðstoðin var á sínum tíma. Og Marshall-aðstoðin náttúrulega eitthvað sem við hér á Íslandi tölum náttúrulega mikið í samhengi við það hvernig við byggðum upp okkar góða land í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar þegar að Bandaríkjamenn veittu innspýtingu inn í Evrópu til þess að reisa hana að nýju. En nú þarf margfalt meira fjármagn til fjárfestinga til þess að takast á við þann vanda sem að meðal annars hefur að gera með orkumál sem ég ætla að fjalla hérna. En að segja að það sé í rauninni bara einhvern veginn svona já, Evrópusambandið gerir sér grein fyrir þessu. Það svo margt sem að þarf að koma til þess að Evrópa geti tekist á við þessi vandamál að það að segja einhvern veginn að þetta sé bara svona já, það flott að gera sér grein fyrir þessu og láta þar kjurt við liggja að það alveg óstjórnleg óskhyggja. Hitt svo að þegar fólk segir svona já, ég meina þetta nú ekki mikilvægast að plaggi heimi og fleira þar fram eftir göttunum. Það þykir mér líka vera byggt á ákveðinu óskhyggju og bara núna þegar ég var að gefa út þennan þátt í gær
að þá var einmitt maður sem hérna bara fín vinur þáttarins, hann hefur komið 3 sinnum held ég, Þorsteinn Sigurðsson, og mér finnst þetta mjög gaman að tala við hann og heyra hvað hann hefur að segja gervigreind. En hann segir bara að eina sem að Evrópusambandið er að gera bara að auka við nýsköpun og þá verður allt í lagi. Og það sem að það sem að merkir í þeirri umsögn svona ákveðin þessi óskhyggja en líka ákveðin bara tengslarof við raunveruleikann það hvort að Evrópa sé stakk búin til þess að takast á við það verkefni, því að eins og ég mun fara yfir í þessum þátti sem orkumál, að þá vega margar breytur inn í þeirri vegferð að snúa þessari þróun við sem Evrópa hefur verið á undanfarin ár. Margar breytur vega á móti hvora annari í því að hægt sé að takast á við það. Þannig að við skulum bara svona skella okkur í það, út af því að Draghi þess að þetta fyrsti kafli B-hluta, og eins og ég nefndi síðasta þætti að þá B-hlutin sá kafli þar sem svona djúpgreining á þeim vandamálum sem eru útlistuð í kafla A. Og Draghi segir þetta einmitt vera ástæðan fyrir því að bil hafi myndast á milli samkeppnishæfni Evrópu og annarra heimshluta, og þá að sjálfsögðu verið að tala Bandaríkjun og Kína, og þetta sé drifið áfram af slæmu utanumhaldi í orkumálum undanfarna áratugi og sérstaklega undanfarin ár. Draghi nefnir að orkuverð sé orðið mjög mismunandi eftir ríkjum þrátt fyrir þennan innri markað sem hefur skapað svona ákveðið óskilvirkt ástand milli aðildarþjóða Evrópusambandsins. Orkuverð 3 til 5 sinnum dýrara heldur en í Bandaríkjunum almennt séð í Evrópu, og raforkuverð hefur aukið mikið á vanda orkuiðnaðarins sjálf, sem að sjálfsögðu hefur áhrif á aðra innviði. Og síðastliðin 4 ár hefur þetta náttúrulega orðið sérstaklega slæmt, og það út af innrásinni inn í Úkraínu þegar Rússar réðust þar inn, og Draghi nefnir að það sé einmitt sérstaklega slæmt ástand í álfunni og að það muni ekki koma til með að batna nema að fjárfestingar komi til kastana. Hann nefnir sérstaklega að og nefnir jafnvel að, ef ég að muna þetta rétt, að þetta sé verðið og aðgengið sé í rauninni ekki endilega það versta, heldur ófyrirsjáanleikinn, og hann sé svo gríðarlegur og það sé megin ástæða þess að fólk veigri sér við að fjárfesta í ýmsum iðnaði og svona grunnundirstöðum ýmsa þátta sem að síðan skila sér tilbaka í skattgreiðslum og aðgengi að orku og fleira. Og eins og segi, fjárfestar og fyrirtæki eru ólíklegri til þess að vilja fjárfesta í Evrópu eða standa í sínum rekstri innan sambandsins, og þetta mjög mikilvægur þáttur, því að allt frá því að Evrópusambandið varð hugmynd að þá byggði það á þeirri stoða álfan og aðildarríkin myndu halda áfram sínum vexti og sinni stöðu gagnvart iðnaði sem að var náttúrulega grafið undan farin ár, og staðan náttúrulega því miður orðin þannig að Evrópa hefur dregist aftur úr og í dag aðeins 65% af heildarframleiðslu Bandaríkjanna en var 95% fyrir 15 árum, og aðeins 14-16% af heildarframleiðslu heimsins en var áður fyrir, eins og ég segi, mjög skömmu þriðjungur, sem alveg ótrúlegt fall. Og þetta hefur ekki að gera með, út af því að það eru margir sem að segja já, þetta út af aukinni framleiðslu í Bandaríkjunum, þetta út af aukinni framleiðslu í Kína. Það sjálfsögðu þættir sem að vega þungt, en hins vegar það ekki heildarmyndin, því að stór hluti af þessu líka út af því að Evrópa hefur í mun meiri mæli heldur en til dæmis eins og Bandaríkin farið í þá vegferð að hætta með iðnað og fara með það út úr landinu í vonum að þessi skítugi iðnaður gæti bara verið gerður einhvers staðar annars staðar, og þá getum við verið að klappa okkur á bakið fyrir það að vera með hreina orku og fleira þar fram til göttunum. Og það sem manni verður ljóst frekar snemma þegar maður les þennan orkukafla hann kallar þetta ekki sjálfur það, en þetta svona ákveðin eitraður kokteill
sem að liggja til grundvallar því af hverju það verður svona erfitt að vinda ofan að þessu, eins og ég var að ræða hérna í upphafi þáttar þegar ég var að ræða viðbröðin við nýja þættinum, það er að segja fyrsta þættinum sem að fjallaði innganginn, því að forsendan fyrir sambandinu var alltaf svo að sambandi gæti svona mótað sitt framlag til heimsins sem svona sterk heildarmengi þjóða og ná samningum við Kína og Bandaríkin svona á þeim grunni. En nú þegar að orkumálin hafa valdið því að fjárfestar vera sífellt ólíklegri innan Evrópusambandsins og náttúrulega víða annars staðar, að þá þessi sterka heild út af við, hún hefur töluvert minna vægi. Og eins og ég sagði ykkur áðan, þá náttúrulega innrás á Rússa inn í Úkraínu gert stöðuna umtalsvert verri, en Evrópa stærsti gasinnflytjandi eða innflytjandi LNG sem liquid natural gas. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir í heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða, sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annars staðar, að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. Eða liquefied natural gas. En þegar að Rússar réðust inn í Úkraínu, að þá varð samningsstaða Evrópu sjálfkrafa afar slæm, hvort að hún hafi orðið afar slæm út af því að Rússar vildu ekki selja þeim gas, eða hvort að Evrópa vildi náttúrulega ekki kaupa gasið, það náttúrulega töluvert meira þetta síðan nefnda, en alveg sama hvernig því líður, að þá varð samningsstaða Evrópu sjálfkrafa mjög slæm. Ég held að það sé 37%, eða ég held ekki, það 37% húshitunar í Evrópusambandinu knúin áfram af jarðgasi eins og kemur fram í skýrslunni, og þegar að verð vegna dýrari flutningskostnaðar eykst, þá hækka verðin á því sem að það kostar að kynda húsin, sem að síðan veldur því að fólk hefur minna á milli handana, sem að veldur því líka að lokum að hagkerfið í heild dvínar. Það verður minna og minni umsvif og minni hreyfing á fjármagni, og í samhengi við Ísland líka mjög áhugavert að pæla í þessu, út af því að hér á landi orkumál, já, við erum ákveðna sérstöðu í orkumálum, og við náttúrulega kynntum húsin okkar með jarðhita eða 90%, sem mjög ólíkt því sem gengur og gerist í Evrópu, og persónulega ég ekki með einhverja miklar samsæriskenningar það að orkan yrði eitthvað færð úr landi myndi við ganga inn í Evrópusambandið, því að eðlislögmál einfaldlega bjóða ekki upp á það. En út frá samkeppnisstöðu okkar, eins og ég fjallaði í fyrri þættinum, þar að segja í inngangnum, að þá þetta áhugavert fyrir okkur út af því regluverki sem að við erum að taka upp, og það kannski áhugaverðara. Sæstrengjaumræðan finnst mér ekki vera áhugaverð þessu tilliti, en mér finnst þetta áhugavert að pæla í því hvort að það regluverk sem að við myndum þurfa að gangast undir að fullu myndum við ganga þar inn, nákvæmlega út af þessari stöðu. Værum við að fara að takast á við regluverk sem að myndi kannski ekki taka tillit til okkar sjónarmiða, og ég hef náttúrulega fjallað að þessum vettvangi að regluverk Evrópusambandsins almennt náttúrulega það sem að veldur því að þeir séu komnir í þessa stöðu, og þá vert að spyrja sig gagnvart orkumálunum hvort að staðan ekki umtalsvert flóknari ef við myndum ganga þarna inn og myndum þurfa að taka upp regluverkið sem að myndi lúta þessum forsendum, að þá það allavega það reglur sem hafa að gera með orkumál myndu allavega ekki henta okkur, og já, kannski væri hægt að fá einhverja sérlausnir í þeim efnum, en þá værum við alltaf að þurfa að færa rök fyrir því og alltaf einhvern veginn að breyta til, og það tekur tíma, þannig að við værum einhvern veginn að kæra okkur inn í allskins dellu, tel ég.
Og á Íslandi þá höfum við reyndar verið að standa í vegi fyrir sjálfum okkur, náttúrulega í orkumálum, og Jóhann Páll á mikið hrós skilið fyrir það að hafa lagt áherslu á það að bæta orkumál hér í landi og sérstaklega dreifikerfið, og það virðist vera að ganga þokkalega. En annað sem að til dæmis Draghi nefnir í skýrslunni og í þessum efnum, að þá var þessi, og ég ætla að kalla þetta eitraða kokteilinn, út af því að hann kallar þetta ekki sjálfur, en ég held að það sé alveg rétt nefni þegar að við horfum til þessara þátta. En hann ræðir rosalega mikið, sérstaklega í seinni köflum og í öðrum hluta B-skýrslunnar sem að hefur að gera með samkeppnisstöðuna og það sem hann kallar svona láréttar stefnur, það er að segja horizontal policies, og stefnumörkun sem að byggir á meiri svona dreifstýring, þetta heitir dreifstýring innan svona kerfisfræða, að þú sért í rauninni að treysta aðilum sem eru nær í ferlinu til þess að taka ákvarðanir án þess að þeir þurfa að bera það undir einhvern sem er fyrir ofan þá. Og það er náttúrulega flókið að vinna eftir því, þetta er algengara inn á einkamarkaði heldur en opinberum markaði, og að sjálfsögðu hefur þetta líka að gera með það að ef þú ert að taka stærri ákvarðanir að þá er líklegra að þú þurfir að spyrja þinn yfirmann um það hvort þú megi taka þá ákvörðun, en hann allavega færir rök fyrir því að til þess að bæta samkeppnisstöðu að þá þurfi í grunninn að auka traust og að það þurfi ekki allt að berast til efsta lags Evrópusambandsins í öllum ákvarðanatökum til þess að breyta til. En hann nefnir í þessu, ástæðan fyrir því ég er að segja ykkur þetta núna, en samkeppnina mun ég fjalla í þriðja þætti sem er næsti þáttur, en ástæðan fyrir því ég er að nefna þetta núna er að Draghi segir að það sé stórkostleg fjárfestingaþörf í Evrópu, og hún hafi líka það er að segja vilji fjárfesta hafi stórkostlega minnkað einmitt út af orkumálum, sem hefur líka komið í veg fyrir það að bæta raforkukerfið í vonum það að nýta raforku betur og nota hana í meirum mæli til þess að takast á við orkuskiptin, og þeir innviðir sem nú eru fyrir hendi geta ekki tekist á við aukna orkuþörf á þeirri hlið, og það er mjög erfitt að ráðast í og bæta orkukerfið og bæta þetta dreifikerfi út af því að fjárfestar eru svo rægir við það að fjárfesta, og þetta er náttúrulega til umræðu hér á landi þar sem að við erum með stóriðjun og annað sem að margir benda á að sé einfaldlega ástæðan fyrir því að við erum með jafn gott raforkukerfi og raun ber vitni, þrátt fyrir það að við teljum okkur geta bara slökkt á allri stóriðju, og þá munum við bara hafa miklu meira rafmagn fyrir alla sem að hér búa, en ég held að það sé skammtíma hugsun. En Draghi bendir líka á að Rússar hafi gert sér grein fyrir þessu áður en að Úkraínustríðið hófst, eða það er að segja innrásin í Úkraínu hófst, og hann segir líka að óbreyttu þá muni áform að umbreyta orkuþörf Evrópu í átt að sjálfbærari orku ekki nást. Og þetta er það sem ég kallaði þennan eitraða kokteil. Við erum með helsta vandamálið er að Evrópa ákvað að rafvæða allt kerfið án þess að byggja upp raforkukerfið og þá sérstaklega dreifikerfið. Það er líka búið að gera leyfisveitingaferlið töluvert torveldara, og hann segir nauðsynlegt að takast á við það líka. Þannig að samkeppnisstaðan til dæmis fyrir stóriðju sem var flutt mikið til úr landi eða önnur fyrirtæki er orðin bara mjög slæm, og hann mótmælir ekki að Evrópusambandið ætti að einbeita sér að því að fara í orkuskiptin, en hann telur aftur á móti það vera nauðsynlega forsendu til þess að takast á við aukna byrðir vegna loftslagsmála, en að Evrópusambandið hafi samt sem áður brugðist í því að byggja það kerfi, og þetta er og þannig kem ég inn á þætti sem finnst svolítið skrítin við skýrsluna, út af því að eins og segi, Draghi segir það fjárfestingaþörf, það er nauðsynlegt að bæta raforkukerfið, þeim hefur ekki tekist að bæta raforkukerfið, en aftur á móti að þá er það líka ástæðan fyrir því að fólk vil ekki koma með peningin í þetta kerfi.
Og þá komum við að ETS-kerfinu sem að okkur Íslendingum orðið mjög já, við erum allavega orðin vön að heyra það í fréttunum og það var nú bara síðast í gær þar sem að var einmitt verið að ræða það og þetta einmitt ástæðan fyrir því að það gott að ég sé að taka upp núna út af því að það gott að vinkla þessu inn en núna staðan þannig að við Íslendingar munum fá 3 ára bið, þar að segja við fáum frestun á gildi að lögin taki gildi ETS-kerfið hér á landi að fullu en nú erum við náttúrulega búin að vera að greiða töluvert meira fyrir flugmiðan okkar út af því að Icelandair hefur þurft að borga svokölluð loftslagsgjöld til þess eins að mega fljúga og ég hef náttúrulega rætt þetta oft áður þar sem að það mjög sérkennilegt hvernig þetta var kynnt á sínum tíma þar sem að Íslendingum og öðrum var sagt að þeir myndu koma til með að stórgræða á því að taka upp þetta kerfi út af því að ríkið myndi fá svo mikla fjármuni inn á sitt kerfi út af því að við varum með svo græna orku. Hlaðvarp í samstarfi bæjarins bestu pilsur, þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pilsu þá veistu nákvæmlega hvað þið langar í. Þið langar í bæjarins bestu pilsu og það því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarpi í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt, lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Okkur var ekki sagt það að fyrirtæki myndu koma til með að greiða þetta líka í jafnmiklum mæli og raun ber vitni. Við erum að greiða meira fyrir það eitt að fá okkar vörur, við erum að greiða meira fyrir það að fljúga erlendis, við erum að borga meira fyrir nánast allt einfallega út af því að fyrirtæki sem að koma með vörur og flytja okkur og við erum náttúrulega og að því það við erum að eyju sko. Þannig að það ekkert, þú hreyfir þig ekkert öðruvís en að aðkoma einhvers konar skipaflutninga eða flugflutninga hafði áhrif á það ferli. Þannig að það alveg með ólíkindum hvað við höfum verið bláeig gagnvart þessu öllu. En eins og segi, heilt yfir líka ef við tökum bara Ísland út fyrir sviga að þá þykir mér ETS-kerfið vera eitt svona það ótrúlegasta sem að Evrópusambandið hefur ákveðið að gera og það svona hluti af þessum eitraða kokteil en bara svona viðbótar eitrað kirsuber inn í þennan kokteil því að hann stendur alveg sjálfstæður bara út af fjárfestingaþörfinni og viljaleysinu. En ETS-kerfið kemur þannig ofan á en þetta svo kerfi fyrir þá sem ekki þekkja sem að byggir á, þetta viðskiptakerfi losunar heimilda og það sem hefur verið kallað svona loftslagsverkfæri Evrópusambandsins og í stuttu máli þá ákveður Evrópusambandið hversu mikið megi losa af CO2 á ári og fyrirtæki þurfa að taka mið af því og þær heimildir eru keyptar og seldar á markaði. Og þetta eitthvað sem að auðvitað bara engin önnur ríki að taka þátt í þrátt fyrir það að fólk bendir til með á það að Kína hafi stóraukið rafvæðingu síns hagkerfis en þá eru þeir líka að risastóru leyti að byggja sinn efnahag á því einmitt að losa CO2 og þetta setur Evrópusambandið í ennþá verri stöðu að sjálfsögðu og Draghi ferindar og það það sem að mér finnst skrýtnast kannski við ekki skýrstan alla, það eru nokkur atriði sem þykir alveg sérstaklega skrítin en hann fer ótrúlega varlega í það að gagnrýna ETS-kerfið og þessi skýrsla kemur út fyrir 2 árum, 2024 og það væri áhugavert að vita hvað hann hefur að segja þetta í dag og það eitthvað sem við erum nánast með, þetta ræða fyrir 10 mánuðum og athugið þetta. Natural gas prices in the EU are still nearly 4 times higher than in the United States. Industrial power prices are on average more than double. Unless this gap narrows, the transition to high-tech economy will stall.
energy is as fundamental as technology in driving AI. Electricity demand by data centers in Europe will rise by 70% in 2030. Power already accounts for up to 40% of their operating costs. The IEA warns that without action, 1 in 5 planned projects globally could be delayed by grid bottlenecks. Only countries that align energy strategy with digital policy will capture the largest gains in the AI race. The Commission has launched its Clean Industrial Deal and the Action Plan for Affordable Energy, both consistent with the report's agenda. But the main step so far has been to relax state aid rules so member states can subsidize prices. That may offer temporary relief, but it doesn't fix the structural reasons why energy in Europe is so expensive. This includes gas prices that, following Russia's invasion of Ukraine, are still about double their pre-COVID levels. A pricing system in which gas still sets the market price for electricity most of the time, even as renewables expand, and high charges and taxes. Decarbonization, let's get this straight, decarbonization is the best long-term path for Europe to achieve energy independence despite its lack of natural resources. But it requires much faster investment to make a renewables-heavy system work in grids, interconnectors, and clean base load generation, such as nuclear. Today, half of the cross-border capacity needed by 2030 has no investment plan. Even approved projects take more than 10 years, with half time lost to permitting. The grid package due at the end of this year and the proposed budget increase for cross-border links are a step forward. But the current system, national coordination of permits and financing, is not fit for a European energy market. Cross-border projects need EU-level planning and execution. At the same time, we must be realistic. These measures will not cut energy prices quickly. That is why we must act on the levers that can deliver faster relief. Two stand out: improving the functioning of gas markets and loosening the grip of gas on electricity prices. Europe is already the world's largest buyer of US LNG and has committed to purchase up to $750 billion in US energy products. Whatever the conditions of that deal, it should be treated as a chance to reorganize how we purchase gas. Since March, LNG landed in Europe has cost from 60 to 90% more than the same gas would cost in the United States, even after accounting for logistics and regasification. Collective EU purchasing, as first proposed by the Commission after Russia's invasion, could certainly narrow this gap by strengthening our bargaining power, reducing intermediaries' margins, and shielding us from volatile spot markets. In parallel, Europe must deliver on the work of Gas Market Task Force and bring more transparency to energy trading. Profits for the 4 largest global traders quadrupled between 20 and 22. Joint supervision and a stronger rule book are overdue. Og þarna einmitt nefnar hann eitt af því sem hann telur vera lausnirnar við því hvernig Evrópusambandið geti tekist á við, en ég með fjalla það líka í sér þætti. En þarna hann sem sagt að fjalla
að við til dæmis Bandaríkin og önnur ríki sem eru að kaupa þetta LNG eða Liquefied Natural Gas að þá eigi þeir að einbeita sér að því að gera langtíma samninga sem að mun þá bjóða, gera það verkum að þeir fái betri verð fyrir sína orku. Það örugglega hluti af því hvernig þeir takast á við það, en eins og ég var að segja áðan það að viðhalda þessu ETS-kerfi þegar engin annar með slíkt kerfi að þá náttúrulega áttu ekkert að búast við því að þú munir koma til með að auka þína samkeppnishæfni. Þess vegna það svo skrítið að hann sé svona ragur við það að bara gagnrýna þetta að einhverju leyti. Og eins og segi, þetta var fyrir 10 mánuðum síðar og hann tekur töluvert svona sterkar til orða stöðuna heldur hann að gera til dæmis þegar hann skrifar skýrsluna og ástæðan fyrir því örugglega að það hefur ekkert nægilega mikið verið gert við þessa skýrslu. Það talað mikið að því hvað mætti gera og hvernig á að gera það, en hins vegar eins og hann fer eiginlega yfir í þessari ræðu að þá hefur of lítið verið að gerast og of hægt. Fiskur lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar alltaf úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Sem að gera það að verkum að láta mig halda að þessi skýrsla alveg með sérstakt vægi inn í alla umræðuna, því hún ber ekki bara á borð það sem búið að vera eiga sér stað, heldur kemur hún með svona það sem að mun augljóslega gerast í fyrirsjáanlegri framtíð. Hann eins og segi með svona útópískar pælingar það hvernig Evrópa geti tekist á við þetta, en hann samt með mjög góða svona yfirgripsmikla þekkingu og yfirferð það hvað muni gerast náið ekki að rétta úr kútnum, og ég persónulega vona að ég sé að vera of svartsýnn og að hann muni koma til með að hafa rétt fyrir sér. Hann þekkir þetta betur heldur en ég, þannig að ég vona að ég bara, eins og segi, með við þær forsendur sem að liggja fyrir að þá tel ég það ekki líklegt, en það væri náttúrulega frábært ef að það mun koma upp úr hattinum. En eins og segi, lausnunar mun ég fara yfir síðar þessari þáttaröð. Við ætlum að halda okkur áfram við orkuna. Hann segir að þetta svona orku ósjálfstæði valdi því að sjálfstæði Evrópuþjóðanna sjálfa, þá er að tala bara svona lýðræðislega stoðir og annað, að því sé ógnað út af þessari stöðu. Og hann nefnir einmitt í þessum orkukafla Inaction Threatens Our Sovereignty, og eins og ég búin að vera að fjalla í þessum þætti að þá það ekkert orðum of aukið, því að eins og þið sjáið á þessu grafi, og þetta endar mjög oft sýnt að þá þjóðir eru í rauninni ekki til sem að hafa gott góð kerfi, gott velferðarkerfi og annað, sem að hafa lítið aðgengi að orku. Heldur gott aðgengi að orku algjör grunnforsenda þess að velferðarríki og réttarstaða borgaranna og annað geti verið fyrir hendi. Og þá kannski bara gaman að pæla í því, bara af hverju kemur fólk til Íslands í leitað orku. Núna til dæmis gagnavariðnaður eitthvað sem að margir hafa áhuga á. Margir hafa áhuga á að nota það sem að kallast svona millibil, það að segja að það eitthvað kerfi sem að með ákveðna orku og það einhverja aðilar sem að annarkvort vilja koma ofar í línuna og taka inn á milli og dreifa svo raforkunni áfram, eða þá að taka við þeirri orku sem að rennur einfallega út í sjó. Og ég hef rætt við fjárfesta sem að fjárfesta í slíkum iðnaði, þar sem að þeir einmitt segja þetta, að þeir vilja náttúrulega bara reyna að koma inn í eitthvað millibilsástand raforku þar sem að hún ekki að nýtast og nýta hana og greiða fyrir það verð, sem að eitthvað sem að ég bara einfaldlega tel vera frábært, og lætur mann líka velta fyrir sér hvort að við viljum vera að fara í þá vegferð að vera að taka upp
raforkukerfi sem að augljóslega þarf að taka stórkostlegum breytingum. Þeir segja sjálfir að stærri ríkin þurfi að taka veigamiklar ákvarðanir óháð hagsmunum smærri ríkja, út af því að smærri ríkin hafa haft of mikil áhrif í öllum ákvarðanatökum. En það náttúrulega eins og ég segi, hægt að ræða og skeggræða það alveg endalaust, en þegar öllur á botni hvolft þá það náttúrulega bara þetta ETS-kerfi sem að ég tel til dæmis að við ættum að losa okkur út úr. Og sko Draghi nefnir í skýrslunni að ástæðan fyrir orkukrísunni sé að hluta til ETS-kerfið, en hann segir hins vegar að ETS-kerfið þurfi að verða viðhaldað, og ég einfaldlega bara gríðarlega ósammála því að segja að hægt sé að halda úti þessum áformum með refsi aðgerðum gegn fyrirtækjum sem að nota orku samhliða óskiljanlegum kerfi einhverjar losunareiningar og að viðurkenna það sé hluti af vandamálinu án þess þó að segja að draga þurfi úr því bara mjög undarlegt. Því aðtöðið að forsendur sem að Draghi leggur upp með í upphafi kaflans orkuna í þessum B-hluta, og það enda líka komið inn á þetta í A-hlutanum, að þá segir hann að fjárfestingar séu ekki fyrir hendi út af óskilvirku og óstöðu aðgengi Evrópu að orku. Hann segir líka að án þess að sú fjárfesting komi til Evrópu og aðildarríki Evrópusambandsins verði fýsilegri fjárfestingakostur, þá muni sambandið ekki geta aukið raforkuinnviði, og raforkuinnviðir eru náttúrulega forsendan fyrir því að hægt sé að halda úti þeim áformum sem að þetta grunnkerfi til dæmis eins og ETS-kerfisins, en náttúrulega bara heildar orkukerfið, heildarkerfi Evrópu þarf á að halda. Þannig að, eins og segja, að það að setja sér þessar skorður sem að ETS-kerfið og önnur svona loftslagsáform sambandsins að þá náttúrulega bara þessi, eins og segja, þetta ástæðan fyrir því líka ég kalla þetta eitraða kokteil, út af því að þetta á svo mörgum sviðum að togast á móti hver öðru. Það eru svo margar forsendur, og eins og segi, minnst Draghi ekki nægilega vel gera þessu skil, en það eru svo margar forsendur sem eru að vega á móti hver annari, sérstaklega þegar engin annar að taka þátt í því. Hvernig getur búist við því að þín samkeppnisstaða getur orðið betri ef að þú tilbúin til þess að leggja stein í þína eigin götu undir þeim formerkjum að þú viljir kalla þig góða manneskju fyrir það? Það engin annar að taka það þátt í þessu Parísarsáttmálinn var 2015, Bandaríkin drógu þessu út, öll önnur ríki voru einhvern veginn með svona óbindandi athuganir. Evrópusambandið sagði bara nei, við ætlum bara að keyra þetta í gegn. Og eins og segja, þetta svolítið svona eins og Frank the Tank í Old School þegar hann fer út að hlaupa allsber og telur að allir séu að koma með honum, en hann endar bara á því að vera einn allsber út á götu að hlaupa. Þannig að það svolítið staðan í þessu öllu. En svo ég tala nú líka hlutina sem að ég til að Draghi hafi rétt fyrir sér í þessu, að þá ræðir hann líka í samhengi við það hvernig hægt að leysa þessi vandamál. Þá ræðir hann leyfisveitingaferlið sem að hann telur vera sjálfstætt vandamál og alveg stórkostlegt vandamál sem að ég tel að sé rétt hjá honum. Og á þessu síðasta iðnaðarþingi þá mætti Jóhann Páll upp í pontu og lýsti því yfir að sá tími væri liðinn, að það tæki stórkostlega langan tíma að sækjum öll leyfi, og að það myndi koma, við Íslendingar myndi koma til með að stórauka orkuöflun á næstunni. Og þá gerir ég ráð fyrir því að hann sé svona að ýta eftir því að við svona, fjarlægjumst þessa sérkennilegu geðshræringu í orkumálunum, þar sem að værukærð allrar Evrópu náði ákveðnum svona hápunkti þegar Greta Thunberg mætir fyrir framan valdhafa heimsins og segir how dare you, og orkumálin hafa einhvern veginn byggst á þeim forsendum og verið tilbúin að lúta þeim sjónarmiðum að bara velsæld sé bara blátt áfram bara sjálfsögð og að ekki þurfa að takast á við neina hluti og öll veraldleg gæði eru bara einhvern veginn orðin mannréttindi. Og þetta náttúrulega ástæðan fyrir því svona sérkennilega viðmótið í Draghi. Hann í grunninn í skýrslunni, og þetta kemur ekki bara fram í þessum hluta skýrslunar orku, heldur þetta bara mikið til út af því hann tengir rosalega mikið inn á orkuna sem hefur að gera með samkeppnishæfni og tæknimál og annað. En hann svo ragur við það að gagnrýna, hann ótrúlega mikið að tala það hvað sé að með leyfisveitingaferlið og annað, en að fara svona í
það sem svona snertir grunnþætti Evrópusambandsins eins og ETS-kerfið og ákveðin svona loftslagsáform að þá hann bara, já, nei, það örugglega flott að hafa það líka. En það heldur engu vatni og ég veit ekki, það er náttúrulega tókast eitthvað á hann er náttúrulega að gera þessa skýrslu fyrir Evrópusambandið og þetta er náttúrulega bara stórkostlega undarlegt en þetta gerir náttúrulega líka það verkum að þeir fjárfestar sem að vilja taka þátt í einhvers konar uppbyggingu í Evrópu því að eins og við ræddum nú í síðasta þætti þá eru sko mannauðshvatanir alveg fyrir hendi við höfum verið með hérna fremstu háskóla í heimi þrátt verið það að þeir séu flestir í Bandaríkjunum og náttúrulega hafa verið hérna frábærir háskólar og það er mikill mannauður og það er menntaðar þjóðir en af hverju er það að fólk veit ekki koma að fjárfesta það er út af því að þú þarft einfallega að ráða þér en lögfræðing ætlastu að gera eitthvað sem hefur að gera með nýsköpun og þú þarft að borga himinháa skatta ætlastu til þess að hérna gera eitthvað sem hefur að gera með orku. Það er fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem að er í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuðum með góðum vinum. Kaldi á einfallega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór er í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég er gríðarlega ánægður með það. Harðfiskur er sælgæti sem að nú fæst á hreint út sagt ótrúlegu verði. Þið farið núna inn á hrafnadalur@einpæling.is og færið heimsendan ótrúlega góðan harðfisk. Þannig að það er að gera. Senda e-mail á hrafnadalur@einpæling.is og fá þessa dýrindisvöru senda heim að dyrum. Og það er líka stór þáttur í þessu. Það er þessi bók sem heitir Eurotragedy eftir Ashoka Modi og undirtitillinn er Drama in 9 Acts en þarna er að fara yfir uppbyggingu Evrópusambandsins en líka í sambandi við gjaldmiðlamál og svona pólitíska samþættingu og þarna rekur hann ótrúlega vel sko af hverju ákvarðanatökur eru svona ótrúlega hægfara í Evrópusambandinu og hvaða svona þættir marga áratugi aftur í tíman hafa verið þess valdandi að Evrópa á svona ótrúlega erfitt með að samþætta sig þrátt verið það að eins og með innri markaðinn þá er Enrico Letta fjallar til dæmis 5. frelsið sem að þurfa að vera rannsóknir þetta er alltaf svona að reyna að fá Evrópubúa til þess að upplifa sig Evrópubúa umfram hið svona þjóðlega einkenni og það hefur ekki tekist en ástæðan fyrir því ég nefni það núna í þessum orkukafla er að það eru svo mikið af hagsmunum sem eru að vegast á við allar ákvarðanatökur og það er erfitt fyrir mismunandi lönd að koma sér undir einhvers konar heildarhugsun Evrópusambandsins í þessu tilviki en það er náttúrulega bara almennt erfitt en þeir eru út með svona eins og segi ósamþætt kerfi sem að krefst samþættingar á öllum sviðum að þá lendiru í vandræðum og það er Dan Jörgensen sem að er sem sagt húsnæðis og orkumálastjóri Evrópusambandsins hann hefur talað einmitt svona erfiðleikana í stefnu í orkumálunum og ég ætla að spila fyrir ykkur stutt myndband. We are in the exact scenario everyone wants to avoid. It's what we call stagflation, meaning very weak or negative growth with high inflation. Because it's actually an extremely difficult situation to resolve. This is exactly what happens with energy shocks. However, the situation remains less severe than in 2022, which was primarily a gas shock. Nevertheless, Brussels is closely monitoring the budgetary responses of member states. The Commission has relaxed state aid rules to support industry, but this aid can only be temporary. So, Commissioner, you've said that, and I think we can see in the report the importance of making that transition to renewables, but there are still no binding timetables for phasing out coal, oil and gas. Do you think it's time to put up the pressure on that and come up with a timetable? Well, we do actually have a pretty rigid
system of different targets and objectives in the European Union. Some will even argue that it's too ambitious. I'm not on that team. But remember the Green Deal. It is not only still in place, we're actually now supplementing it with new targets. So the 2040 target with 90% reductions will mean that we will phase out, especially in our energy system, very fast these fossils. Now, is it going fast enough? I don't think so, but it is going quite fast. Let me give you a few numbers. Last year, we deployed almost 90 gigawatts of new renewables. 90 gigawatts, that's enough to supply 90 million homes with electricity. Or, put a different way, it's almost as much as the collected production of nuclear electricity. So it really matters. Solar is moving fast. Electric vehicles are booming right now in the sales. So it's not going fast enough. We will also present a new electrification plan very soon, but it is going in the right direction. Thank you so much for this discussion, Commissioner Dan Jorgensen, in charge of energy and housing. Very topical, as you heard there. That's all for this edition of the program. We'll see you again soon, and thanks for watching. Og þannig sjáum við sko hvar áherslunar liggja sem að alveg með ólíkindum, sérstaklega með við hvernig Draghi staðsetur allavega skýrsluna, að þá bara þú veist, mikilvægasta og grunnforsenda þess að við náum að rétta úr kútnum það að við útfösum olíu og gasi. Og það má alveg vera að það sé bara eitthvað sem að fólki finnst vera eðlilegt, kannski ættu við bara vera að huga því, en þetta svo ótrúlega óskilvirt og í rauninni öfugmæli, því að sko Václav Smil sem að fjallar hérna í bók sinni How the World Really Works, fjallar einmitt það að til þess að sko ná árangri á þessu sviði að útfasa jarðefna eldsneyti, að þá verður að skapa innviði fyrir endurnýjanlega orku og hvata fyrir fólk að bæði nýta þá en líka að vilja gera það í auknum mæli. Þú getur ekki bara skapað hvata með því að bara banna fólki að gera hitt og þetta, því að þá flyst bara sá iðnaður úr landi eins og við höfum verið að sjá gera sem hefur öfugsnúin áhrif. Besta dæmið líklega áliðnaður á Íslandi. Var ekki Elkem núna að segja að þeir hyggjast fara úr landi, en út af því að við erum að búa til ál hérna, þá það ál ekki til einhvers annar staðar og þá líklega í Kína sem með miklu óhreinni framleiðslu heldur en við nokkuð tíman. Þá lendum við í þessar svona landverndar-dilemma, sko, að það þurfi ekkert að auka orku en aftur á móti svo hreina orka sem að við sköpum að skapa hreint ál, en það náttúrulega bara einhver svona tvíhugsun sem að ég hef aldrei náð utanum, en eins og segi, þeir hvatar sem að þessi tiltekni aðili, Dan Jorgensen, hefur lagt á oddinn, að þá hefur þetta bara öfugsnúin áhrif eins og hann eins og sést bara í þessari stuttu klippu. Og ég var að ræða þetta við Heiðar Guðjónsson fyrir ekki svo löngu. Ég ætla að spila fyrir ykkur stuttan bút þar sem að hann einmitt fer svo litið yfir þennan þangagang. Tökum ETS-kerfið, bara jújú, það mega allir vera í takaskóm, en við þurfum að vera með ETS-kerfið sem bara eins og að segja, heyrðu, við ætlum að vera í krokkskóm. Og að vera allir í eins krokkskóm. En svo þetta meira svo heimskulegt að það ekki nóg með skaði samkeppnishæfnina í nafni umhverfisins, þeir ætla að ná einhverjum umhverfis áhrifum fram, en meiri segja þá valdaði stór skaða umhverfislega. Nú eru skip út af þessu ETS-kerfi, þau að sigla frá Shanghai sem stærsta gámahöfn í heimi til Rotterdam sem næststærsta gámahöfn í heimi, og vegna þess að ef að skipið siglir alla þessa leið, og það segjum þýskt eða danskt skip, segjum bara Maersk, sem með þetta skip, þá þarf að borga í raun og veru gjald, ETS-gjald með alla siglingaleiðina. En ef að skipið kemur að landi 13 kilometra suður af Gíbraltar, suður af Evrópu, suður af Spáni, í Marokkó, og það umskipað, þá
þá telst leiðin bara vera 13 kilometra frá Evrópu. Og þarna umskipun tekur nokkra sólarhinga, kostar rosalegt fjármagn og þá þetta sett á minni óhagkvæmari skip. Þetta ETS-kerfið að búa til, gríðarlega sóun í nafni umhverfisverndar. Og það vita allir hvernig menn fara fram hjá þessu kerfi og það sé verið að gera það. Samt það ekki tekið úr sambandi. Og það sem að Heiðar að segja þarna eins og segi, bara fullkomið dæmi það hversu öfugsnúin áhrif slíkra ákvarðana sem að Dan Jörgensen var að fjalla í fyrirhlutanum, það að segja fyrir myndbandinu sem ég sýndi þannig undan. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú har til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögi núna í haust, eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig og þurfir ekki að vera hugaði þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin, þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. Að þetta hefur öfug áhrif, þetta hefur þau áhrif að þú nærð ekki þeim árangri sem að þig langar að ná. Og Dan Jörgensen sem að að sinna þessu eins og segi orku- og húsnæðismálastjóra þetta mjög áhugaverður titill, hann skipaður í ársbyrjun 2024 og þarna slegið saman 2 einingum sem að hafa að gera með orku og húsnæði og það sem að okkur myndi þykja skrítið tel ég, við myndum segja af hverju í óskopunum orkumál og húsnæðismál, ég held að félags- og húsnæðismál séu núna sem að þetta woke embætti sem að hefur að gera með húsnæði fyrir þá sem að minna mega sín sem að náttúrulega annar flokkur sem að byggður á algjörum öfugmælum líka en hjá Evrópusambandinu að þá var þetta gert núna í fyrsta skipti þar sem að orku og húsnæði voru sett undir sama embættið og þá veltum maður fyrir sér orkukrísan, þetta var gert 2024 orkukrísan hefur verið frá árásarstríði Rússa árið 2022 sem hefur haft stórkostleg áhrif á orkuvandamál. Það að setja þetta pólitískt saman það kannski lítur vel út á blaði hugmyndin sem sagt sú að húsnæði og orkumál séu samofin út af því að heimilin þurfi orku en eins og ég fjallaði áðan þá stóriðjan eitthvað sem að líklegri til þess að skapa þannig orku afföll, þar að segja viðbótar orku sem að síðan nýtast inn á heimilin. Hér á landi til dæmis stóriðjan notaði kringum 85% af allri orku, 15% fyrir í smærri fyrirtæki og 5% fyrir inn á heimilin. Þannig að það að segja til dæmis eins og í Evrópu og ég núna veit ég ekki tölunar erlendis en ég gerir ráð fyrir því að þær séu eitthvað áþekkar því. Það að leggja áherslu á þessi 5% algjörlega galið að sjálfsögðu mikilvægt að heimilin hafi orku en hins vegar að ef að þú setur það sem fyrsta skrefið í átt að því að segja efst á forgangslistan að þá mjög líklegt að þú skaðir bæði stóriðjuna og aðgengi fólks að orku en nú aftur, þetta svo mikil öfugmæli. Og svo ég komið aftur til að setja í samhengi við líka skýrsluna að þetta eða það að segja þessi áhersla þver öfug við það sem að Draghi leggur áherslu á í skýrslunni sem að eins og segi kom út nokkrum mánuðum eftir að Dan Jörgensen var skipaður í þetta embætti og ástæðan fyrir því að ég vildi benda á þetta og sérstaklega í samhengi við hugleiðingar Heiðars að þetta veldur því að bæði aðgengi að orku verður minna, orkuverð verður dýrara sem að eykur náttúrulega verðbólgu og þá lenda heimilin í því að þurfa að greiða meira fyrir þær nauðsynjar sem að koma síðan með skipunum til Rotterdam og það búin að skipta skip til þess að þóknast þessum gölnu ETS sjónarmiðum og þetta bara eins og segið fer gegn allri skynsemi
En það aftur á móti hægt að mæta á niðurgreitt koktelboð í Brussel og segja við viniðina að þú hafir séð til þess að þínar skuldbindingar í loftslagsmálum voru uppfylltar og að þú sért góð manneskja. Hins vegar aðkoma þín hún veldur því að losun koltvíoxíð út í andrúmsloftið var meira heldur en að þurfti raunverulega að vera. Og eins og ég segi, og svo ég nefni það nú aftur bara í 10. skipti, það svo skrítið að hann sé ekki tilbúin til þess að gagnrýna þetta kerfi. En það eru fleiri þættir sem að valda því að orkumálin séu komnar og þetta svolítið eins og með lóðamál í Reykjavík og þið skiljið af hverju ég að segja þetta þegar ég les núna, ég ætla að vitna beint í skýrsluna og þetta úr A-hlutanum. Að lokum hafa skattar á orku með tímanum orðið mikilvæg tekjulind fyrir ríkissjóði og þannig stuðlað að hærra smásöluverði á orku. Þótt skattlagning geti verið áhrifaríkt stjórntæki til að stuðla að orkuskiptum og draga losun gróðurhúsalofttegunda mikill munur á milli aðildarríkja ESB hvað varðar skattlagningu og þær aðgerðir sem að gripið til að draga úr áhrifum hás orkuverðs á neytendur. Ólíkt Evrópusambandinu leggja Bandaríkin ekki neina slíka alríkisskatta á raforku og jarðgasnotkun. Þar að auki fellur raforkuframleiðsla innan viðskiptakerfis Evrópusambandsins með losunarheimildir ETS sem þýðir að kostnaður vegna kolefnislosunar innifalinn í framleiðslukostnaði raforku. Sá kostnaður bæði hár og sveiflukendur innan ESB og nemur 20 til 25 eurur á hverja megavattstund fyrir raforku sem framleidd með jarðgasi til samanburðar í sambærilegur kostnaður í Kaliforníu 10 til 15 eurur á hverja megavattstund og tilvitnun lýkur. Sko, þetta það sem svo sérstakt við þetta og eins og segi, að þora ekki að gagnrýna þetta. Þetta bersýnilega alger fásinna. Það fásinna að vera að byggja á kerfi sem svo augljóslega ekki að valda því að þú nærð þeim árangri sem að þú telur að muni koma upp úr hattinum, en líka bara að vera að gera svona veigamikla skýrslu og þó ekki að gagnrýna. Og þetta kannski, eins og segi, ástæðan reyndar að mörgum fyrir því að ég vildi að þetta yrði fyrsti þátturinn og það náttúrulega út af því að afleiðing þess að þetta sé lagað í rauninni grunnforsenda þess að allt annað sé lagað sem að Draghi nefnir í þessari skýrslu og þess vegna líka ástæðan fyrir því að hann setur þetta efst á blað í þessum B-hluta sem þessi lengri hluti skýrslunar og hann bendir einfaldlega á að ef að raforka verði ekki aukin og orku öryggi Evrópu sé ekki aukið að þá alveg bara allt fyrir bí í því að reyna að laga aðra þætti þá mun bara Evrópa halda áfram að dragast úr samkeppninni. En mér finnst þetta að vera langmarkverðasta við skýrsluna og ég heldur reyndar að Draghi að fundist það líka. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi svona ótrúlega gott Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónarsemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps HD. HD íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtæki rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Það náttúrulega auki að bæta straumlínuferla, laga regluverkið.
Hann telur enda líka að þurfi að auka vald framkvæmda stjórnarinnar en að samt sem áður að flytja út. Það svolítið svona sérstakt hvernig hann hérna ræðir þetta líka. Það ákveðnir svona, eins og segi, það svona togstreitandi breytur sem að ég mun hérna ræða líka þegar ég ræði núna í næsta þætti samkeppnina. En eins og segi, ég vona að þið hafið það gott. Ég vona að þið hafið notið þess að hlusta. Ég vona, já, eða ég tel það náttúrulega núna ef þið eru að hlusta á þessi orð að þá hérna eru þið búin að hlusta alla leið. Partus.is /einpæling ef að þið viljið hlusta á alla þessa þætti og eins og segi, þegar þið eru að hlusta á þennan þátt í opnustreifi að þá eru allir þættinir komnir út inn á partus.is /einpæling. Verslið við samstarfsaðilana mína og hafið það stórkostlega gott.